Uppeldi, ég á nú sjálfum 5 börn og þekki nú svolítið til þar og hef nú átt í ýmsum, fengið að kenna á ýmsum atriðum hvað það var þar og hef sjálfur rekið mig mikið á. Það sem kannski ég hef lært mest af því að okkur hættir til sem foreldrar að vera svo uppteknir að þau eru svo klár og gáð að þau erum eldri. Þannig við gefum aldrei tækifæri fyrir að hlusta á raunveru hvaða barnið okkar er að biðja. Við erum aldrei í því að skoða hvert er raunverulegt atriði sem að veldur pirringi á barninu sem veldur pirringi á okkur. Þannig við springum og allt fer á hliðina og engi tala saman, barnið snýr burtu og skellir hurðina á sig og þú ert bara rekinn sem foreldri. Og það sem ég hef lært á er að við gerum miklar væntingar til barn okkar en við gerum kannski tilbaka of litlar kröfur. Þannig að börnin þurfa ekki að hafa jafn mikið fyrir hlutunum til þess að fá það sem þeir eru óska eftir. Og þar af leiðandi það eru við sem að gefum slakan, við setjum kröfurnar en svo líður á tímabili ok fáðu þetta, gerðu þetta og þar af leiðandi veit krakkinn, hey, ég þarf ekki að gera neitt til þess að fá neitt. Þannig að ég þarf bara að bíða og þá fæ ég á endanum. En það er ekki endilega algilt, í guðanabænum ekki taka þannig. En þetta það sem ég hef fundið út í mér að ég hef sem sagt gleymt í að hlusta nákvæmlega eftir í hvað barnið er að segja, eða börnin, og reyna að finna út úr hvaða, hvert er umverulegt ástæða hegðurinnar, að þess bara gefa mig til að barnið sé óþekkt. Af því að þau eru alltaf að reyna að koma sín á framfæri, en við hlustum ekki. Bara með því að gefa okkur svona tíma að virkilega hlusta eftir því og reynir kannski díkóta það sem barnið segir og endurspegla það tilbaka, þetta sé rétt atriði og fá það til að samþykkja það. Gerir það verkum að við getum átt eitthvað samskipti við barnið okkar og unglinginn eða hvað sem þetta er stað. En þar af leiðandi ef að barnið fær þá tilfinningur og þú ber traust til þess að það sé sjálft fært að leysa sín vandamál og þú ber virðingu fyrir þeim tilfinningu sem barnið hefur og það uppgötvar það að þá eru meiri líkur á að barnið bjargi sér og þú getur haft meiri og betri samskipti. Takk.